Leikfélag Keflavíkur frumsýnir nú helgina barna- og fjölskyldu leikritið Ronju Ræningjadóttur. Við kíktum í frumleikhúsið og ræddum við leikstjóra og leikara. Jæja, krakkar. Hvernig stemmingin á sviðinu hérna nokkrum dögum fyrir frumsýningu? Hún mjög góð. Búið að ræfa lengi og mikið? Já, hvað síðustu 5 vikur? Já, eða eitthvað þannig. Já, ég held að 5 vikur. Tara, þú ert að koma sjóðheit úr síðasta leikverki Leikfélags Keflavíkur sem var fyrsti kossin, varst þar í aðalhlutverki og ert aftur núna í aðalhlutverki. Já. Hvað segir ykkur frá því? Út af hverju? Ég veit það ekki, það þarf að spyrja leikstjórann um því. En hvernig leggst þið í þið? Bara mjög vel. Þetta mjög gaman. Og Almar, þú ert í hinu svona aðalhlutverkinu á móti henni vinkonuðinni hérna. Hvernig þetta búið að vera hjá þér? Þetta bara búið að vera frábært. Þú ert með einhverja reynslu úr Ronju, eða ekki? Jú, ég var í Þjóðleikhúsinu í Ronju fyrir 4 árum. Og segja okkur aðeins frá hvað Ronja að sýsla í þessu verki? Hvað Ronja? Passa þetta eftir gömmun í halvhjertiskjána. Já, þetta ekki. Stelpa sem að takast á við hætturnar í skóginum og hittu síðan þennan strák Birki sem á alls ekki vera vinur hennar. Bara eiga að vera mestu óvinirnir en verða síðan vinir. Og þið komið í rauninni úr sikkurum ræningjaflokknum, eða ekki? Jú. Og hvernig hafið þið undirbúið ykkur svona fyrir þetta? Þarf maður að læra mikinn texta og setja sig inn í málin? Já, það hellingstexti, ég búin að skoða alla danskar uppsetningar og svo náttúrulega lögin ekki, það ekki búið að gefa lögin út á íslensku. Nei. Þannig við lærðum lögin á dönsku til að læra lögin. Hvernig var það? Það var mjög spes. Ég mæli með að hlusta á dönsku, þetta mjög skemmtilega dönsku. Já. En að verkinu, Ronju Ræningjadóttur, þetta náttúrulega fræg saga. Já, algjör klassík og eitt svona af kannski þessum verkum sem ég finnst bara að öll börn þurfi að fá að sjá þegar þau eru áður en þau ná ákveðnum aldri. Það svo miklu töfrar í þessu og ég sjálf alin upp við þessu sögu mjög mikið. Amma mín heitin var einhver mesti Ronju aðdáandi bara sem ég hef nokkuð tíma þekkt. Þannig að ég þurfti ekki að hugsa mig lengi þegar mér var búið að leikstýra þessu.